Góðan daginn. Í þessu myndbandi ætla ég að fjalla hvernig við lesum gögn inn í tölfræðihugbúnaðinn R. Það er mjög mikilvægt að skráin sem lesa á inn sé á réttu formi og ég vil benda á myndbandið skráning gagna til þess sem fjallar í rauninni hvernig við skráum gögn í skrá. Þegar þið svo fáið gagnaskrá í hendunar er skynsamlegt að skoða hana í einhverjum riðli, editor, til þess að sjá innihaldið. Ekki opna hann í Excel, það vill nefnilega stundum gerast, eða það gerir stundum, að Excel fyrir að breyta einhverjum tölum í dagsetningar og svona ýmislegt rugl, svo opnið hana bara frekar í einhverjum einföldum riðli eins og Notepad. Það er svona ýmislegt sem við þurfum að skoða í skránni og svona allavega þrennt sem er ágætt að huga að. Og það fyrsta er að athuga hvort breytuheiti sé að finna í skránni og sjálfsög hvort það sé í lagi með þau, samanber myndbandið skráningu gagna. Þið þurfum líka að athuga hvað er notað til að aðgreina breytur í skránni, þar að segja hvað er notað á milli bæði breytunafnanna og gildum breytana í skránni. Svo er ágætt að athuga hvort að punktur eða komma hafa verið notað til að aðgreina heiltöluhluta og aukastafi. Og það eru svona fleiri hlutir sem er ágætt að hafa í huga en þetta er svona það helsta. Í þessu myndbandi ætla ég að nota skrána puls.csv og hana má finna hérna, en við byrjum að fylla inn í þessa skrá í myndbandinu skráningu gagna. Og þetta eru gögn sem voru safnað saman í tölfræðitíma, þar sem nemendur voru beðnir að skrá púlsinn sinn fyrir og eftir að sumir þeirra hlupu, aðrir sátu kyrrir, og svo verður svona ýmislegt skráð eins og hæð og þyngd og aldur og fleira. En byrjum á því að ná í þessa skrá. Hana má sem sagt finna á hi.is /AHJ sem færir okkur inn á þessa síðu hér, og hér er skráin og ég hægri smella á hana og geima hana, farið í save file as, eitthvað svoleiðis. Og ég ætla að geima hana í vinnumöppunum minni sem við byggum til í síðasta myndbandi og hún var hér, tölfræði, svo ég geimi skrána mína þar. Þetta er puls á CSV formi. Svo geimum hana hér og byrjum bara á því að skoða skrána. Og eins og ég sagði, opnum hana frekar í einhverjum riðli og ég ætla að opna bara í WordPad og hér sjáum við innihald skránar. Fyrsta sem við sjáum er að fyrsta línan, hún inniheldur breytunöfnin og við sjáum líka að breytunöfnin og svo gildin á breytunum eru aðgreind með semíkommu. Einnig ættum við að hafa augun opin fyrir hvort það séu notaðar kommur eða punktar til að aðgreina heiltöluhluta og breytur. Ég bara leita eftir punkti. Hér er punktur 3.5. Sjáum hvort ég finn einhverjar kommur í skránni. Engar kommur, svo það eru punktar notaðir. Við sjáum líka hérna sjáum við svona stórt NA og við notum oft stórt N, stórt A til að tákna hér vantar mælingu. Svo þessi hérna einstaklingur, númer 4, hefur ekki gefið okkur upp, sýnist þetta vera svarið við hvort hann reiki eða ekki. Hefur ekki viljað gefa það upp og það eru fleiri hérna sem ekki vilja tjá sig það mál, en það svolítið við mál. Fínt er, þetta var sem sagt skráin og við heldum áfram. Það eru nokkra aðferðir eða föll sem hægt er að nota til að lesa inn gögn í R. Mér finnst þessi read.table aðferð ágætt og hún virkar nánast alltaf. Það er fjöldinn allur eða það er margar stillingar í þessari aðferð og ég mæli eindregið með því að þið skoðið help read.table til að lesa meira hana.
gera þetta rétt og eftir. Mjög mikilvægt að áður en gögnin eru lesin inn í R þarf að ganga úr skugga að gagnaskráin sé í sömu möppu og skipanarskráin sem unnið í, það er að segja í vinnumöppun okkar. Það er reyndar hægt og við sjáum það, eða í read.table getum við svo sem sagt hvar skrána er að finna ef hún í einhver annarri möppu, en það er ágætt til að byrja með að venja sig bara á að geyma gagnaskrána í vinnumöppunni þar sem skipanarskráin, þar sem við færum gagnaskrána inn í R, líka geymt. Og þá eru engin vandamál. Það eru svona ýmsar stillingar í þessari read.table aðferð og þær helstu eru þessar 4. Við byrjum á því að mata read.table aðferðina með nafninu á gagnaskránni og svo koma þessar stillingar. Stilling sem við þurfum oft að breyta header stillingin. Og það svo að ef efsta línan í gagnaskráin okkar inniheldur breytunöfn, þá þurfum við að skrifa header jafnt og true. Þessi sep-stilling segir til hvað nota til að aðgreina dálka eða breytur í skránni. Des-stillingin segir til hvað nota til að aðskilja heiltöluhluta og tugabrot. Og enna.string-stillingin segir til hvernig ennagildi, stundum kölluð ennagildi, en það einfaldlega mælingar sem vantar eru kóðuð í skránni. Við skulum fara aðeins hérna inn, opnum nú RStudio og skoðum aðeins read.table aðferðina betur. Svona, read.table og þá birtist hjálpin hérna niðri hægra megin og aðferðin heitir read.table og hér eru allar þessar stillingar og ég nefndi nokkrar. Fyrst sem sagt þarf að vera nafnið á skránni, svo þessi header stilling, sep stilling, des-stilling og svo nefndi ég enna.string stillinguna líka. Það sem við sjáum hér eru svokallar sjálfgefnar stillingar. Svo ef það svo að skráin okkar inniheldur ekki breytunöfn, þá þurfum við ekkert að gera við header-stillinguna að því sjálfgefið gildi false, sem þýðir skráin inniheldur ekki breytunöfn. Ef það svo að hún inniheldur breytunöfn, þá þurfum við að breyta þessu í true. Sep sjálfgefna stillingin að það sé bil á milli gilda eða breytunafna og gildunum á breytunum. Ef það eitthvað annað þurfum við að breyta því og svo framvegis. En skoðuðu endilega þessa hjálp, hún mjög gagnleg. Og við höldum áfram. Þegar við notum read.table aðferðina til að lesa gögn verður til svokölluð gagnatafla sem við nefnum stundum gagnagrind, en á ensku heitir þetta data frame. Þessi gagnatafla, hún mun innihalda jafnmarga dálka og línur og skráin sem við lesum inn. Ef það svo að nöfnin á breytunum hafa verið í gagnaskránni, þá verða þau nöfnin á dálkunum í gagnatöflunum okkar sem eru þá yfirleitt breyturnar okkar, sem sagt breytunöfnin. Við notum þetta assign-merki hérna sem var fjallað í fyrra myndbandi og við gefum gagnatöflunum nafn. Svo það sem við gerum hér, við notum read.table aðferðina. Það fyrsta sem við mötum hana með nafnið á skránni, svo hér mun standa hvað skráin heitir sem það ætla að mata, eða sem sagt koma inn í R og það þarf að vera innan svona gæsalappa. Svo þurfum við að, ef við þurfum á einhverjum af þessum stillingum að halda, ef við viljum breyta þeim, þá koma þær hér hver og eftir annari með komma á milli og svo lokum við sviganum. Hérna lesum við skrána og innihaldið geymum við svo í hlutnum sem í þessu tilfelli gagnatafla sem við skýrum svo og ég hef skýrt að datt hér því með skýra gögnin hvað sem Ef við tökum smá dæmi hér
ef við höfum skrána gögn.csv og viljum lesa hana inn, þá sjáum við hérna fyrir neðan, aftur við notum read.table aðferðina og hérna ætlum við að geyma innihaldið í þessari skrá inn í gagnatöflunni dat.r. Og skráin heitir gögn.csv, svo við skrifum gögn.csv hér. Við höfum skoðað skrána og við sjáum að hún inniheldur breytunöfn í efstu línunni, svo við setjum header jafnt og trú. Vantar hérna, þetta nú ekki nógu gott. En hér ætti að standa header jafnt og trú. Við tökum annað dæmi hérna rétt á eftir. Semikomma notað til að aðgreina breytur og þess vegna höfum við sepp jafnt og semikomma hér. Komma notað til að aðgreina heildarhlut og tugabrot, svo við höfum des jafnt og komma. Svo kemur komma á milli síðustu stillingin hér að gildi sem vantar eru kóðuð með þessum hætti hér og sjálfgefna stillingin stórt N og A og þar sem það er ekki stórt N A þurfum við að segja R frá því og það segjum við hérna n.strings jafnt og það sem við höfum notað til að tákna þessi gildi. En við skulum taka annað dæmi hérna og passa okkur þá að hafa header stillinguna rétta. Lesum nú inn þessa skrá puls.csv inn í R. Við byrjum á því að opna nýja skipanaskrá eða skipanaglugga sem við geymum svo sem skipanaskrá. Og eins og ég sagt, mér finnst ágætt að koma með svona smá upplýsingar til að byrja með. Og hér ætla ég að fara að vinna með einhverja púlsmælingar, svo við getum skrifað einhverja frekar lýsingu hér. Nú byrjum við að lesa inngögn. Þið þurfið ekkert að skrifa þessar athugasemdir, en það er allt í lagi. Við ætlum að nota read.table aðferðina. Og fyrsta sem við þurfum að gera, að við þurfum að mata read.table aðferðina með nafninu á skránni. Og við ætlum að nota skrána puls.csv. Við sáum að hún inniheldur breytunöfn í fyrstu línu, svo hér þurfum við að skrifa header jafnt og trú. Eins þá notað semikomma til að aðgreina gildin, svo hér þurfum við að segja set jafnt og inn í gæsalöppum setjum við semikommu. Það var notaður punktur til að aðgreina heiltölu hluta og aukastafi, svo við þurfum ekki að breyta því það er sjálfgefna stillingin og eins var NA notað til að tákna mælingar sem vantar, svo við þurfum heldur ekki að breyta því að því það er sjálfgefna stillingin eins og við sjáum hér. Des punktur, N-strings N. Svo þetta ætti að vera nóg til að lesa inn skrána. Svo viljum við geyma þetta í gagnatöflunni og við getum skýrt hana hvað sem er. Ég hef valið að skýra hana puls. Svo nú keyrum við þessa línu og við sjáum hvað gerist. Hér koma upp villuskilaboð og þetta er kannski algengustu villuskilaboðin í R, en hér er R að segja ég finn ekki þessa skrá og geti ekki lesið gögnin inn. Förum hérna inn í Files og munið að hér sjáum við honi vinnumöppun okkar og hér er skrána puls.csv alls ekki að finna og það er að því að ég á eftir að segja R hvar vinnumappan mín er. Og ég fer í Set Working Directory, Choose Directory, ég finn möppuna mína, þar sem ég geymdi gögnin og ég hef ákveðið að nota sem vinnumöppu. Hún er hér og sjáu þið, hér birtist gagnaskráin. Svo ég reyni aftur, ég fer í línuna og ýti á Ctrl+Enter og þetta gengur miklu betur. Sjáu hvað gerist hér í vinnusvæðinu mínu. Hér er komin gagnataflan Puls, inniheldur 149 mælingar á 13 breytum. Og ég get skoðað hana með að ýta hér á Puls og eins og við sjáum hér þá lítur þetta bara prýðilega út. Þetta er nóg í bili en í næsta myndbandi ætla ég svo að tala hvað við þurfum að passa upp á þegar við erum nýbúin að lesa gögnin okkar inn í R og það eru svona nokkrar aðferðir sem við þurfum að læra í því samhengi.
Takk í bili, bless bless.